Fyrir það bil 50 árum fluttist ungur maður, Jón William Magnússon, frá Ólafsfirði til Keflavíkur. Hér settist hann að og eignaðist sína fjölskyldu. Í 30 ár hafa þeir feðgar, Jón William og synirnir, Steinþór og Davíð, rekið Hótel Keflavík sem við sjáum hér fyrir aftanlega. Hvernig var Hótel Keflavík til? Já, Hótel Keflavík þróaði svona út frá fjölskyldufyrirtæki okkar á Opnarsmiðju Suðurnesja. Við vorum búin að reka hérna fyrirtæki frá árinu 1972 sem foreldrar mínir, Jón William Magnússon sem kemur einmitt frá Ólafsfirði og Unnur Ingu Steinþórsdóttir sem kom hérna á Keflavík. Þau voru búin að stofna Opnarsmiðju Suðurnesja og það gekk mjög vel og ég kom sjálfur að því sem unglingur bara að vinna á sumrin og smíða opna og svo 19 ára aldur þá fór ég svona meira að taka þátt í að reka fyrirtæki eftir ég var stúdent og nokkrum árum þar eftir að þá ákveðum að nýta þetta húsnæði sem að pabbi hafði byggt hérna fyrir Opnarsmiðjuna að byggja ofan á það og það var svona pælingar hjá honum og okkur að vera með sjúkrahótel en svo hugmynd kom að því amma mín hafði gist þar í Reykjavík á Rauðarárstígnum og það var svona bara velt pælingar en svo var það 1986 og þá ákveðum við að byggja bara hótel og það svona ef maður horfir tilbaka mjög sérstakt að rifja það upp að þótt að það sé stuttur tími og svona þá var umhverfið allt annað, það voru ekkert margir ferðamenn og það var ekkert sem mynd á ferðaþjónustu til dæmis á Reykjanesi. Ég vil meina það í dag sem Reykjanesi eitt flottasta og skemmtilegasta ferðaþjónustusvæði landsins en þá var ekkert Bláalón, það var ekki Flugstöð Leifs Eiríkssonar, Víkingaheimar og annað slíkt. Þannig á þessu stutta tíma hefur mjög mikið gerst. En var þá ekki hálfgjör bilun að opna hótel á þessum tíma? Jú, sko, það var það og það er einmitt það svo gaman að segja frá því í dag að maður er búin að vera hótelstjóri 28 ár að það er enginn búin að starfa lengur í þessum geira en ég á sömu kennitölu og halda þessu gangandi og það er svo gaman og það er kannski af því að fólk hafði ekki trú á því að maður fekk tækifæri til þess að byrja og maður varð að sanna sig. Pabbi fekk svona veikar útgáfuna, hvað sér Jón, heldur þessi eftir lagi, heldur þetta gangi en það var sagt bara við mig að ég væri bara alveg gaga að detta þetta í hug og bara var krakki auðvitað, 23 ára gamall þannig ég fekk svona heyra þetta alveg sko millilega laust og það kannski bara gerði maður svona ákveðnir í því að standa sig og sýna að þetta væri hægt og á þessum tíma var mikið að viðskiptum í gegnum herinn flugáhafni sérstaklega sem voru að lenda hér og þurfti að bæði gista á vellinum eða bara hafa millilendingar og það hjálpaði okkur mjög mikið að byggja upp hótelið og við höfum það svona sem alveg sem reglu að reyna að gera þetta af okkar eigin frumkvæði og með okkar eigin peningum þannig að það var ekki mikið lántökur þótt það eru svona skammtíma lántökur eftir hvað maður var að gera hverju sinni og það er svona kannski grunnurinn af velgengninni að hafa ekki farið of langt. Við veitum í dag að framkvæma gríðarlega mikið og fjárfestingar sem eru stórar en samt þannig að við svona horfum til næstu 2 ára að reyna að klára og fjármagna það sjálf og reyna svona kannski í dag að vera aðeins öðruvísi hótel heldur en allir það að vera að byggja hótel hér og rými út allt og okkur langar Hótel Keflavík sé bara spes og sérstakt. En hversu stórt er hótelið? Í dag erum við með 70 herbyggi, 77 herbyggi samtals með rými við hliðina á okkur og við erum með 4 stjörnu stimpil á hótelinu og við viljum segja það að við séum gott 4 stjörnu hótel og við ætlum núna og erum byrjuð að breyta efstu hæðin okkar í raunverulega 5 stjörnu herbyggi og ætlum við vera þá með 5 stjörnu hæð á 4 stjörnu hóteli og það sem er skemmtilegt þessa hugmynd er það að við verðum þarna með þá 5 svítur, þá samtals 13 svítur á hótelinu og við getum líka verið með eina stóra svítu sem er þá stærsta svíta á Norðurlöndum og það skulle verið Keflavík er líka svolítið gaman að segja frá og við erum bara með mjög mikið af frægu fólki sem þarf að koma í gegnum Keflavíkur flugvöll og stundum eru það millilenda út af öðrum ástæðum heldur en koma til Íslands og svo er Bláalóni rétt hjá okkur þannig að við erum mjög vel staðsett fyrir alla svona gesti og okkur langar að eins og ég sagði áðan að aðeins að stíga næsta skref í framtíðina að vera í þessum frumskógi sem að gistingin orðin í dag og ég sem hótelstjóri get ekki eins og nefnt nöfnum á öllum hótelum í Reykjavík þau bara opna vikulega að vera þá þetta tré sem að stingur út úr og við getum svona selt okkur út af það að við séum með meiri gæði og þjónustu heldur en gengur og gerist í þessum geira.
Og þið erum hérna við anddyri landsins. Já, við erum hérna við það. Þetta þetta bæði og sko. Ég fylgdi með þessi í síðustu viku, við fengum mjög góð ummæli á samskiptasíðum eins og TripAdvisor og höfum verið með eitt af bestu hótelum landsins á þeim síðum síðustu mánuði, sérstaklega eftir að við byrjum að breyta. Og það er svolítið gaman að sjá hvernig fólk sko, sem jafnvel ekki okkur 5 stjörnur og það er kannski að segja eins og þess aðli sagði þetta er frábært hótel og þetta er kannski ekki destination staður þá mitt hann Keflavík. En við viljum einmitt vera destination. Við teljum að Keflavík hafi upp á bjóða það sem gott bæjarfélag eigi geta boðið ferðamönnum, notið Bláa lónið, Víkingaheimar, brú milli Heimsálfa, Reykjanesi með sinni fegurð og svo vera nálægt flugvöllunum, nálægt Reykjavík og hafa alltaf þessa þjónustu. Og það er það sem við þurfum raunilega að sannfæra alla og ég tala ekki fólk fyrir norðan, af því að þeir eru nú hérna að norðan og við þekkjum þar þetta til komandi þaðan að fólk sé ekki að hugsa bara hótel Keflavík á leiðinni út. Auðvitað viljum við taka móti fólki sem að fara út og við erum með gríðarlega sterka hópa einmitt sem að koma reglulega frá Norðurlandi sem að gista alltaf hjá okkur þegar þeir fara, geyma bílinn og nýta þessa þjónustu sem við bjóðum upp á. En við viljum líka að fólk komi á norðan til þess að upplifa okkar svæði, alveg eins og við heimsækjum ykkur og erum í 3-4 daga, þá teljum við að við getum boðið upp á það sama hérna. Og hérna, það eru hópar, eldri borgarar og það eru svona vinnuhópar og aðrir sem hafa gert það og gist hjá okkur. Að þú og þín fjölskylda, þið þekki nú vel til Norðurlands og Ólafsfjarðar sérstaklega? Já, við hérna erum Ólafsfjörðingar, við segjum það alltaf, þótt að ég sé fæddur uppalinn Keflavík, að þá hérna varð Ólafsfjörður strax svona ævintýraheimurinn okkar sem börn. Pabbi kemur frá Ólafsfirði, hann bjó á Strandgötu 17 sem húsið beint á móti kirkjunni og þar voru foreldrar hans Magnús Jónsson sem var sjómaður og Guðlaug Helga Jóhannesdóttir og þau sem voru þarna þegar ég var krakki þá kynntist ég þeim og við gátum heimsótt í Ólafsfjörðinn og hérna gátum hlaupið niður að sandinum og fengið ölduna á fæturnar. Nú í dag er búið að byggja svolítið þannig að það sé ekki eins mikið sandur en alveg við húsið. En þetta var mikill ævintýraheimur og þaðan svona þessum segjum við ofta við séum að koma frá Ólafsfirði þótt að við séum búin að alast upp hér á þessu svæði og það kemur engin gestur hérna inn á þess að ekki spurður af pappa hvort hann sé á norðan og ef hann sé á norðan ég sá það var eitthvað gott við þið segir hann og hérna ég veit ekki hvort að pappi sé þá típiskur norðanmaður en allavega er allt kringu pappa gott og hann hefur staðið sig vel hérna því sem hann hefur tekið sig fyrir hendur hérna fyrir sunnan og á svo sterkar rætur tilbaka og nota það óspart og við höfum mjög mikið af fólki sem hefur unnið hjá okkur einmitt að norðan og hérna einn Stefania Finnsdóttir sem kom að Kleifunum hún er ein af þessum margmenna barnahóp sem kom þaðan og hérna við í dag teljum við mjög gott einmitt að eiga samskipti svo við fólk á hótelinu því að við erum þetta með hótel sem býður upp á það að bjóða fólki sem að koma á leiðinu út að gista hér og þegar við ákváðum opnarsmiðuna þá áttum við líka mjög mikið af viðskiptavinum í kringum hérna, sérstaklega Akureyri þá og Húsavík og svona sem voru svona stærri byggðakjarnar í því að fá opna hjá okkur og þá sögðum við hitinn kemur að sunnan og það er vist ábyggilegt, hann kemur að sunnan hvernig sem það er. Hérna erum við með glerskála sem var við Iðnó við Reykjavíkurhöfn og sagan er svo að ég var staddur í Reykjavík og sé að það verið setja upp þennan skála og ég ákvað það að fara beint niður á Ráðhús og tilkynna þeim það að ég hefði viljað kaupa þennan skála og það var mikið hlegið mér þá því að þeir sögðu þeir væru að setja hann upp en ég benti þeim á það að það myndi ekki passa við þetta hús og þeir myndu taka niður að þá myndi ég vilja kaupa hann og árið seinna þá setti ég upp skálan og hér er hann kominn í allir sinni dýrð settur hérna við endan á hótelinu og hér erum við að reka 5 stjörnu veitingastað, Keff Restaurant og í kaffiðin og skálunum og þetta er staður sem tekur svona 36-40 manns eftir hvernig skipanin er og við erum með bæði hópa hér og einstaklinga og þessi staður hefur verið mjög vinsæll núna hjá fólki úr bæjarfélaginu sérstaklega eftir að við breyttum og tókum hann í gegn.